Nú ætlum við að skoða byggingareiningar alheimsins. Það eru margir sem eiga erfitt með að halda utan um þetta. Þetta eru mörg hugtök og margt sem þeirra skilja. Þannig að ég er búin að taka þetta saman núna í eina stuttasýningu. Vonast til að það hjálpa einhverjum. Það fyrsta sem við þurfum að skoða eru frumeindir. Og frumeindir er það sem kallast minnsta byggingareining allra efna. Og þetta er eins og við verum að byggja úr leikókubbum. Við getum byggt heilt hús, en við þurfum alltaf marga staka kubba. Þannig að hver einasti kubbur, hann er frumeind. Sem eitt stykki kubbur er frumeind. Og kubburinn eða frumeindirnar, þær geta verið mismunandi. Þær geta til dæmis verið bara eins og kassi, eða geti verið eins og þríhyrningur, geti verið hringur, eða hvaða annað form. Þessi hér kassi, hann geti til dæmis táknað bara lítinn rauðarkubb með 4 götum, og meðan þríhyrningurinn geti táknað stóran kubb með 8 götum, og hringur hér geti táknað til dæmis flatan kubb sem er byggt ofan á. Í eðlisfræðinni, efnafræðinni, þá getum við litið á þennan kubb hér sem eina gerð af frumefni eða frumeind. Þetta geti til dæmis verið gull sem er frumefni eða frumeind. Þetta eina stykki hér geti verið silfur og svo getur þetta til dæmis verið súrefni. Þannig að frumeind er sem eitt stykki af einhver ákveðnu efni. Frumefni er efni sem er búið til úr einni gerð frumeinda. Það er að segja, við getum verið með margar frumeindir eða marga kubba, en þeir eru allir eins. Eins og þessi hér, þetta er ein gerð, og ef við erum með frumefni, þá erum við með eins svona kassa tengdir saman. Getur verið 2 eða fleiri. Hérna getur við líka verið með þríhyrningin, þeir eru líka tengdir saman, 2 eða fleiri, hefum það 3 í þessu tilviki, og svo getur það verið hringurinn hérna líka, og það eru alltaf 2 eða fleiri. Getur verið 2, 3, 4, 5 eða bara skriljón, alveg óendalega margir næstuði. Frumefni er að kubbur sem eru alveg eins, margir kubbar saman og allir eru eins. Þá þurfum við að skoða sameindir næst. Sameindir er þegar að 2 eða fleiri frumeindir, og frumeindir eru stakir kubbar, minnst einingin, 2 eða fleiri frumeindir bindast saman. Og það geti til dæmis þá verið eins og 2 svona kassar sem tengja saman, eða geti verið svona kassi og hringur sem binda saman. Geti líka verið kassi, hringur og annar kassi, eða geta sem verið frumefni eins og þessi hér, eða sameindir. Og það er það sem er svolítið ruglandi, að við erum með samskonar efni en heitir 2 nöfnum. Eins og þessi hér, þetta er sannarlega frumefni að þetta er úr aðeins einni gerð, en þetta er líka sameind að því að sameind er þegar að 2 eða fleiri frumeindir binda saman. Þessi hér er sameind en er líka frumefni að þetta eru 2 eins. Hérna eru sendt ólíkar og þá er þetta sameindir, ekki frumefni. Og svo er efnasamband. Efnasamband er líka búið til úr frumeindum. Það er allt í reyndar búið til úr frumeindum. En efnasamband, það er búið til úr 2 eða fleiri ólíkum gerðum. Það er lykilatriði hér. Þannig að þetta hérna, þetta eru sameindir og þetta er líka frumefni, en þetta hérna eru sameindir en líka efnasamband. Það er að segja að það eru ólíkar gerðir. Þannig að hér höfum við til dæmis kassa, tengdan við hring, þá er þetta efnasamband, en líka sameindir. Og hérna erum við þríhyrning, tengdan við hring, þá er það líka efnasamband, en jafnframt er það líka sameind. Nú svo er til eitthvað sem heitir efnatákn. Og efnatákn er tákn, það er sem bókstafur eða bókstafir, sem að táknar hvert frumefni fyrir sig. Alveg svo ákveðnir bekkir, þeir hafa sína eigin stafi. Bekkurum minn heitir til dæmis FFE,
það eru 3 stóri stafir og svo eru til bekkir sem heita kannski bara K-A, bara 2 stafir og svo eru í sumum skólum bekkir sem heita bara E eða eitthvað álíka. Það er alveg eins í efnafræðinni. Hver einasta frumeind eða frumefni, oftast er nú talað um frumefni, á sér sinn eigin staf. Þannig að þegar við erum að tala um frumefni, til dæmis súrefni, þá á það táknið O. O er sem tákn fyrir súrefni, það er sem enska orðið oxygen. Og svo, það er þá merkt með einu O-i. Það er sem eitt stór stafur. Svo er til annað frumefni sem heitir vetni. Táknið fyrir vetni er H. Það er enska orðið hydroxíð og það er bara eitt stór stafur. Svo er til annað frumefni sem heitir helium, það er lofttegund og táknið fyrir það er eitt stór stafur og annað lítill, það er að segja stórt H og lítið E. Og svo er til frumefni sem er gull og táknið fyrir það er A-U, stór stafur og lítill stafur. Svona eru öll frumefni táknuð með annarkvort einum stórum staf eða einum stórum og öðrum litlum. Þannig að þú getur alltaf séð þegar margir eða mörg frumefni eru samankomin að þau eru táknuð þá alltaf með einum stórum staf eða einum stórum og öðrum litlum. Og þegar við erum með mörg efni sem hafa myndað svona tengsl eins og við sjáum hérna er frumefni og hérna eru sameindir og efnasambönd, þá getum við táknað þessi efnasambönd eða sameindirnar. Og við notum til þess efnatáknin sem eru stafirnir hérna og þegar við erum búin að setja þetta saman þá kallast það efnaformúla. Og þannig táknum við sem frumefnin sem eru saman komin. Þú þekkir efnaformúluna fyrir til dæmis vatn eða vatnssameindir. Í vatni eru að kallast H2O, það er sem vetni og tölustafurinn hér 2 táknar það 2 stykki af vetninu og 1 af súrefni. Og þegar þetta er samankomið þá er þetta sem efnaformúla og þetta er efnaformúlan fyrir vatn. Svo er til önnur, þetta er fullt af efnaformúlum, en önnur sem við notum mjög mikið er matarsalt, það er bara salt sem við notum matun okkar. Og í matarsalti eru frumefnin natrium, táknað Na, stór stafur og lítill stafur, og klórið, stórt C og lítið L. Og við sjáum að þetta eru 2 frumefni að því að hér er stór stafur og lítill stafur, það er sem eitt frumefni, og svo annar stór stafur og lítill stafur, það er sem annað frumefni. Þannig að það er sem Na og Cl. Svo ætlum ég að tákna hérna eða skrifa efnaformúlu fyrir eitt efni í viðbót og það er SiO2. Þetta er ekki alveg eins þekkt sem efnaformúla en þú hefur alveg örugglega unnið ykkur með þetta efni. Þetta er nefnilega sandur. Þetta er kísill, eitt stór stafur og annar lítill og svo erum við 2 stykki hérna súrefni. Þetta eru sem tákn frumefnana og þau eru táknuð í efnaformúlu. Svo erum við með efnablöndu. Það er þegar að við erum með sameindir eða efnasambönd sem að eru saman á sama stað en mynda ekki tengsl sín á milli. Hérna í efnaformúlu hér, þá sjáum við erum með H2O, þetta er skrifað bara alveg fast saman af því að þetta hefur mynda nýtt efni. Og hérna er líka skrifað fast saman að þetta mynda nýtt eða annað efni. Ef við sæjum til dæmis natrium og klórið sem sikkvort efni, þá er það ekkert líkt matarsalti. Alveg eins og vatni hérna, þá er bæði vetni og súrefni lofttegundir. En þegar að þetta verður myndað efnasamband, að þá er þetta orðið að allt öðru efni sem er þá vatn. Og við getum verið til dæmis með vatn, sem ég tákna hérna, H2O, og við getum blandað matarsalti við vatnið. Þá setjum ég plus, NaCl, og þá getur matarsaltið, það leysist upp í vatninu, en það er alltaf áfram matarsalt. Það breytist ekki og verður á öðru efni, en ef að vatnið gufar upp, þá situr matarsaltið eftir.
Og í tilraun sem ég nota gjarnan, að þá erum við með eitt efni viðbót sem ég mitt sýndi hérna áðan, sem sandur. Við getum haft þetta allt saman í einu tilraunaglasi og það alveg sama hvað við hristum þetta allt saman. Og það alveg sama hversu mikið við hristum þessi efni. Við erum alltaf með vatn, salt og sand. Sandurinn verður aldrei að einhverju öðru efni, salti verður aldrei að neinu öðru efni og vatnið ekki heldur. Þess vegna heitir þetta efnablanda. Þau blanda saman en verða ekki að einhverju öðru efni þó að við blöndum þeim saman. Þetta eru helstu atriðin og þú skalt reyna að leggja þetta á minnið og þú þarft að leggja það fram að skilja þetta því að efnafræði byggir mikið á að nemendur kunni þessi hugtök.